Velkomin í þáttinn Eldum íslenskt. Það ekki langt síðan að Íslendingar fóru að borða kjúkling. Fyrir nokkrum áratugum var hann bara til hátíðabrigða. Nú kjúklingur á allra borðum. Stundum oft í viku. Og við ætlum að fá að fræðast íslenska kjúklinginn og við ætlum að hitta bónda sem hann tíman að tvenna. Já, Þorsteinn, það gaman að vera komin hérna í Elliðahvamm. Já. Það svolítið skrítið að maður hérna í miðri náttúrunni en samt erum við eiginlega bara í borgarmörkunum. Já. Það nú bara nokkur ár þá vissi nú bara eiginlega enginn hvar Elliðahvammur var og Elliðavatn. Það var nýbúið að uppgötva þetta hérna dásamlega svæði. Já. En þú ert þarna kjúklingabóndi. Já. Og geturðu sagt okkur kannski hvernig var þetta fyrir nokkur árum? Það ekkert mörg ár síðan að þessi búgrein byrjaði á fullu. Já, nei. Fyrir svona 30 árum það var nánast varla Íslendingur borðuðu kjúklinga og við byrjuðum nokkrir að Jóna Reykjum og fleiri, Skarphéðinn og fleiri og hérna stofnuðum svona fuglasláturhús, hreiður og byrjuðum að framleiða kjúklinga og þetta var það áskaplega frumstætt. Og hvenær var þetta? Þetta svona eitthvað þar á bilinu 1970 og ég held að fyrsti svona kjúklingurinn sem kom að marka hérna var sem kallað körfukjúklingur og var seldur í naustinu. En hefur svona eitthvað þróunin breyst hjá neytendum? Það ekki körfukjúklingar á hverju heimili núna? Nei, nú hefur svona þessi mjög vinsælt í dag eitthvað í tísku, bringur og leggir og læri og svona alls konar, heyrir maður alls konar uppskriftir sem bara, ég hef ekki sjálfur smakkað nema brota af þessu. Og færð þú þér stundum körfukjúklinga eða kannski það? Nei, við erum hérna fjölskyldan, við hittumst alltaf einu sinni í viku, öll stórfjölskyldan sko, og þá höfum við svona stóran alvöru kjúkling, svona bara heilan og með stóru skála salati, það það sem okkar réttur er. Svo þetta svona hollistu fæða í dag? Já, það það, já. Og við reynum að framleiða kjúklingu, á Íslandi kjúklingur svona, við notum þannig fóður að þú finnur að þetta svona alvöru kjöt sko, þetta ekki svona eitt bara skvap sko. Það ekkert vatnana maður? Nei. Og svo náttúrulega þessi hreinleiki sem við höfum náð hérna, með mikli baráttu að ég veit ekki til þess að neins þar í heiminum hafi mönnum tekist að framleiða jafn hreinan kjúkling og við gerum hérna á Íslandi og við höfum náttúrulega skilið, það auðveldar að framleiða hreina kjúklingu við svona í köldu loftslagi, þetta kannski yngstar út í Evrópu þar sem kannski 30 stiga hiti dag eftir dag og bændurnir þar öfund okkur að geta framleitt á svona köldu svæði. Og svo þetta náttúrulega íslenskt vatn og fleira sem þetta er? Já, og þetta svona gott vatn og við höfum sem betur fyrir gott fóður og við setjum alveg gríðarlega kröfu með fóðri hjá okkur. Við verðum að gera í sneið allt saman og þetta allt sóttrensað og þvegið og höfum skiptum húsunum alltaf á milli, hópa á hvíldartímar og þetta allt voðaflókið. Núna verðum við bara að fara að elda, sko. Ég að koma með vatni í munnin að smakka góðan kjúkling. Já. Við ætlum að hitta hana Margréti, skólastýri í Hússtjórnarskólanum og hún ætlar að elda fyrir okkur ljúffengan kjúklingarétt. Góðan daginn og velkomin í Hússtjórnarskólan í Reykjavík. Nú ætlum við að elda einfaldan, góðan kjúklingarétt. Og ódýrast að kaupa heilan kjúkling og hluta hann í sundur, setja hann í pott og sjóða hann. Þegar það dýrt að kaupa kjúklingabringur eða kjúklingafille, við getum gert það líka. Þá myndum við frekar vera að gera einhvern svona betri sparirétt, eitthvað svoleiðis, en ekki hversdagslega, dagsdaglega rétt. Ég með kjúkling sem var svolítið frosti, þannig ég sauð nú aðeins upp á honum líka til að stytta sauðina og ég ætla að taka hann í sundur hérna. Á einfaldan máta, við bara byrja á því að taka vængina hérna af. Þetta er alltaf liðamót hérna, sjáðu þið. Hérna kominn einn vængur og svo kemur annar vængur, þetta er svolítið heitt, þetta er allt einn vængur. En ef þið væri með ófrosin kjúkling þá farið þið nákvæmlega eins að. Tökum síðan lærin hérna, tökum hérna niður og hérna eru liðamót og held áfram að taka blessaða skepnuna hérna í sundur og liðamótum. Þannig eru komin þessi bitar og þá bringan eftir, leysa hann bara hérna upp á rönd og teka bara sér svona í sundur. Þetta er óskaplega einfalt að taka kjúkling í sundur. Og sí. Það er mjög lítið kjöt á bakinu og taka þetta hérna af líka. Það er mjög, við ætlum ekkert að sjóða þetta með, pössum það eftir. Til þess að fá betra bragð þá höfum við beinin
með bringunni. Tökum þetta svona í sundur og við skulum taka þetta líka hérna í sundur. Svo allir fá nú svona bringur. Hérna er þetta komið og taka þetta alveg í sundur. Og nú ætlum við bara að skella þið hérna í soðið. Þetta er soðið sem við suðum upp á kjúklingum áðan. Og við setjum tykkubitana hérna fyrst í pottinn. Og passið þið setjið í pottinn að láta ekki detta svona onni. Þið leggið því, svo þið brennir ykkur ekki. Setjum sér hérna lærin í, eða leggina og lærin. Og ef þið viljið setja vængina. Þetta er uppáhaldsbitið minn, það eru vænginir. Getið svo þið hrygginn með því að hérna eru góðir pínlitli vöðvar hérna. Það eru litli vöðvar hérna, við skulum bara taka hérna húðina af. Þegar hérna er lítið dullu kjötvöði. Hérna náttúrulega við sjóðum þetta með og fáum mjög gott soð. Jæja, einhvað ætlum við nú fleiri að setja í þennan pott. Hérna er búið að smá í þessa salti og ég ætla líka að setja kraft. Þetta er kjúklingakraftur. Passið ykkur á því, alveg sama hvort það er kjúklingakraftur, nautakraftur, grænmetiskraftur, fiskikraftur, hvað það heitir, hann er saltur. Það er margir sem átta sig ekki á því. Og utan á stendunni yfirleitt hvað það má fyrir mikið, eitt lítir, eitthvað svolítið. Maður þarf rosastór gleraugu til þess að geta lesa þessu ósköp. Því þetta hafa framlengingu á handlegginn sko. Það setja hérna eins og 1,5 að 2 teskeiðar í. Svona. Og þetta er nú svolítið þunnur svona. Við ætlum að búa til svona rétt úr þessu. Þegar nú er búið að sjóða þessu upp á kjúklingum, ég ætla að þetta þurfi svona 15 mínútur í suðu. Og ég ætla að setja grænmeti með. Nú ætla ég að skipta bretti, tek kjúklingabretti hérna frá, setja það þarna í vaskinn og þrífa sér mjög vel og eftir. Og þessi tuska verður ekki notuð meira, hún fer bara í suðu. Passa ykkur á því. Hérna er ég með grænmetið á grænu bretti. Ég er búin að saksa hérna lauk og ég er búin að saksa hvítkál og svo er mér gulrætur sem ég ætla að skera í bita. Og leyfi þessu bara að sjóða með. Nýtt íslenskt grænmeti, það er ekkert betra. Sett hérna kálið með, sett hérna laukinn með, bara svona heimilismatur og síðan náttúrulega nota ég allt þetta soð með grænmetin í til að gera sósu með karrí. Við getum sett epli út í, við getum sett sítrónusafi ef við viljum og bara eftir hvað okkur langar að hafa. Epli fara mjög vel með karrí. Hér hérna gulræturinn í bita. En athugið það, gulrætur gera mjög sætt. Það hafa ekki allt of mikið af gulrótum. Þið getið sjóðið gulrætur þá sér í potti í örlitlu vatni. Passið þeir að sjóða svona grænmeti eins og gulrætur, blómkál og brokkoli. Hafa vatni lítið eða gufusjóða það. Svo tapi ekki litnum og ekki mauk sjóða þetta. Svona. Setja svona í kaf. Og aðeins að smakka á svoðið. Athuga hvort að það sé nógu mikið salt í þessu. Það er náttúrulega ekkert bara að koma inn í neinu. Það vantar aðeins meiri kraft. Þetta er nefnilega veit maður ekkert fyrirfram. Það borgar sig að setja á lítið, bæta í. Því að saltið er ekki tekið tilbaka. Svo ætlum ég bara að setja loka á þetta. Og þegar suðan kemur upp, þá lækka ég strauminn, leyfa þessu bara malla í 15 mínútur. Og þá ætla ég að jafna sósuna, set karrí í og jafna með hveitijafning. Og ef við viljum gera mjög gott að setja smá rjóma eftir. Það er ekki flott. Ráðgætin í Matís ætla að sýna okkur einfalda og þægilega leið til að stytta eldunartímann á kjúklingi. Ein aðferð við að matræða kjúkling er að kljúfa hann í tvennt og fletja hann út þannig að hann henti vel í ofnskúffuna og jafnvel á grillin. Þá er hann einfalda lyft hér upp. Góðu hníf stungið hérna að hryggsúlunni, fara varlega, puttin er þarna í hættu, skorið niður. Og hinum megin sama aðferðin,
Hryggsúlan komin úr. Þægilegt að nota svo sem skæri við þetta líka. Og nú hann rauninni tilbúin til kryddunar og eldunar. Orðinn flatur og hér þessu þarf ekkert að snúa meðan eldun stendur. Nú kjúklingurinn búinn að sjóða í 20 mínútur, 15-20 mínútur. Það er betur að hafa hann soðinn heldur en hráan. Og nú ætla ég að jafna sósuna. Þá nú eitt sem við þurfum að athuga. Við ætlum að jafna með hveitijafning. Það er svona hristiglas. Þið þurfum ekki endilega hristiglas. Þið getið bara átt góða krukku með loki. Það er ekkert verra. Skrúa lokið á og þá er engin hægt að þegar sumir fara að hrista og gleymir að það fara að halda lokið og hrista og það er svona hveiti og vatn allt eld og svo allir eru að vera pirraðir. Setjum kalt vatn í glasið. Vatnið allt á undan. Síðan setjum við hveitið úti og setjum síðan lokið á og bara hristum. Getið notað sósujafnara líka. Það er dýrara. Ef þið notið einhver hveitijafning mikið og hreyðið alltaf hveiti, þá er ódýrara að nota hveitið. Ég sagði akkur ég setti vatnið hérna fyrst og hveitið eftir vegna þess ef setti hveitið fyrst, vatnið eftir, hristið, svo hellið þess úti, svo allt í einu dettur svona bara hrúa þurru hveiti úti og allt verið kekki. Það á ekki að vera svoleiðis. Svona, ég er með kjúklingabitana hérna úti og grænmeti hér úti og ég helli þess í. Við verðum að láta sjóða þegar við hellum hveiti úti. Við hellum ekki bara hveiti í og hrærum ekkert, þá er þetta bara einhver hveitikökull þarna. Við hrærum í, ef ykkur finnst betra, þá getið þið tekið kjúklingabitana upp úr. Þetta er alveg svo að vera að gera kjötbollur í brúnni sósu eitthvað svoleiðis. Getið þið tekið kjötið upp úr og hrært hveitinu úti. Síðan er ég hérna með karrí og hvað allir þurfa mikið? Teskeið. Mér finnst karrí svolítið gott. Og ég ætla bara að setja rjómann út í karríið. Við verðum að hræra karríið út í einhverjum vökva, annars verður karríið bara allt í kekki. Ef ég var að baka upp sósu, þá myndi ég setja karríið út í feitina í pottinum og láta krauma. Þá náum við réttu karríbragðinu. En athugið það að þetta karrí er ekkert eitt krydd. Karrí er kryddblanda og karrí er rosalega misjafnt alveg eftir framleiðendum. Og nú ætlum ég að smakka aftur. Og hérna bara hella alltaf í skeiðina. Nú er það svona ljómandi gott. Nú er kjúklingarétturinn tilbúinn. Til að gera hann ennþá fallegri og ennþá hollari og ennþá betri, þá ætlum við að setja út í klippta steinselju. Og steinseljuna er ég búinn að þvo. Ég er búinn að staka grófasta stilkinn af. Setja hann bara hérna í vaskglas, allir eiga vaskglas, svo er svona skæri, svo bara klippum við hérna blessaða steinseljuna og setjum hann út í kjúklingaréttinn. Steinselja er mjög járnrík, hún er C-vitaminrík, hún er karótínrík og svo bara skelli ég steinseljunni hér úti. Svona er þetta alveg þvílíkt fallegur réttur. Og ekki er þessi kjúklingaréttur hrár, það er nú eitt sem víst er. Ætlum að setja kjúklinginn hérna á fat. Getur nú veitt kjúklingabitana aðeins upp og svo verður hann með slett allt. Eða bara hellt hreint og beint úr fatinu, ekki bara hella bara beint úr fatinu. Varlega, sjá hvað þetta er litiríkt. Þetta er nú ekkert slór. Þetta myndi nú segja að það var frekar litríkur og fallegur réttur. Hérna eru þá tilbúið, soðnir kjúklingar, íslenskt nýtt grænmeti, saman við sósuna, karrí, smá rjóma og gjörið svo vel. Ég ætla að bjóða Hrefnu Rósu Sætran í heimsókn til mín og hún er meistari að blanda saman asískum brögðum við íslenskt úrvalshráefni. Og ég ætla að fá hana heim og láta hann kenna okkur að gera svona skemmtilegan karrí kjúkling. Hæ, ég heiti Hrefna og er að vinna á fiskmarkaðnum.
og ég ætla að elda fyrir ykkur kjúkling í svona karríi með búlg sem soðinn í mangó og eplasafa og með eggi. Þá er bara að byrja. Ég ætla að nota mortel og ætla að nota svona mikið af þurrkryddum sem verður svona karríblanda, ekki beint svona karrísósa, heldur blanda af kryddum. Byrjum að kveikja á pönnunni. Tekur hérna kardímómur, svona svo 6 stykki, fennelfræ, 1 teskeið og kúmenfræ, 1 teskeið og 3 negulnagla og kóríandurfræ, eins og 1 teskeið líka. Svo bara maukar maður í morteli. Að opna kryddin áður en maður byrjar að nota þau. Það verður meira bragð. Svo setur maður olíu á pönnu. Ætlum að byrja að steikja kryddin til að fá bragðið úr þeim. Best að byrja bara á lágum hita. Á meðan ætla ég að sjóða búlgur. Og þá er gott að taka bara pott og setja smá olíu í pottinn. Og ég er með svona ananas og papaya tinninga. Ég ætla að setja með í. Smá svoleiðis. Svo eru kryddin byrjað að steikjast. Þá ætla ég að bæta svona turmeric kryddi út í. Það er svona svo 1 matskeið af því. Svo er ég með kjúklingalæri sem eru úrbeinuð. Mér finnst kjúklingalærin einmitt alltaf að vera best út af það eru svona sínar og svona fita á milli. Þannig að kjötið er svo mjúkt. Þannig að steikja þau með kryddunum. Svo eru ananasinn og papayahan byrjaðar að steikjast aðeins. Þá bætum við hérna búlgur út í sem er notað svona eins og hrísgrjón og þannig svona meðlæti. Svo ætlum við að sjóða hann í svona mangó og eplasafa. Bætum honum bara út í. Og það þarf að vera svona rétt yfir búlgunum. Svo dregur hann bragðið af safanum í sig. Það var gaman að leika sér með íslenskt hráefni og blanda þeim með svona erlendum. Svona kryddum og þannig. Svo stýrir maður kjúklingum við, já. Svo ætla ég líka að hafa egg soðið bara með. Það er svo gott að maður með svona bragðmikinn mat að svona deyfa aðeins bragðið með eggi. Svo ætla ég að bæta út í kjúklinginn svona hrísmjólk og leyfa honum að eldast í henni. Hrísmjólk er búin til úr hrísgrjónum og hún er svona létt og þægileg í matagerð. Það verður svona léttur réttur. Til dæmis þegar ég er að skera niður fyrir einhver mót, vastarækt eða fitness eitthvað, þá borðar maður yfirleitt kjúkling svona í 3 mánuði cirka, 5 sinnum á dag, 100 grömm með hvert mál. Þannig að þetta er góð meðmæli. Jæja, þá er allt að vera tilbúið. Ég ætla að taka hérna smá brokkoli og setja út í kjúklinginn, svona í lokin. Persónulega finnst mér best þegar grænmetið er eiginlega bara sem minnst eldað, svona crispy eða svona stökkt. Ég er rétt svona að setja út í og eldaði bara í sósunni með kjúklinginu.
Svo tökum við eggið. Ætlum að kæla það. Svo bara taka utan af egginu. Svo er það bara að setja réttin upp á disk. Byrjum við að setja hérna búlgur. Setja smá salt. Smá sósu yfir hann. Brokkoli. Ég setja svona fjólublátt basil sem er svipað á basilabræði, það er bara svo fallegt. Og svo eggið. Hér höfum við þá íslenskan kjúkling útfærðan á asíska vísu með íslensku grænmeti og kryddum. Það er svo margar góðar matarminningar. Mér finnst alltaf mjög flott ef maður getur búið sér til matinn sér sjálfur. Alveg, hún ferð út og nærði egg og ferði nú og steikir það, það er svo mjög töff að vera svona sjálfbær. Ég man eftir örugglega fyrst þegar ég gerði slátur og frá grunni og svo suðum við slátur eftir sláturgerðina sem maður kannski búin að vera í slátur allan daginn, að taka slátur og sauma, keppi og eitthvað. Alveg mamma, amma og systurnar og allt. Mér fannst það svolítið merkilegt að geta bara skellt þessu í pott og borðað.